Ég heiti Bjarni Jónsson og ætla að fá að stýra þessu samtali hérna. En þetta þá fundur sem Farsæld, nýtt félag húmanista. Félagið var stofnað fyrr á þessu ári og hefur ákveðið að bjóða upp á þetta samtal í dag. Ég ætla að biðja ykkur aðeins að kynna ykkur áður og höldum áfram. Já, komið þið sæl. Ég heiti Ingrid Kuhlmann og formaður Lífsvirðingar og hefur verið það síðan 2017 þegar við stofnuðum félagið. Já, ég heiti Sævar Finnbogason og ég varaformaður Farsældar og ég heimspekingur og kenni meðal annars siðfræði og hef þess vegna áhuga á þessum málum og tekið þátt svolítið í umræðunum þetta. Já, ég Svanur Sigurbjörnsson, formaður Farsældar og hef bakgrunn úr læknisfræði, heimspeki og heilbrigðissiðfræði. Og þess skal geta að ég stjórnarmaður í Lífsvirðingu. Ég ætla að hafa hérna að stutta formóla að þessu öllu saman og svo förum við í svona samtalið. Mikilvægur hluti siðferðilegs réttmætis þessa löglega dánaraðstoð að lagaramminn sé skynsamlegur og í honum sé gætt að fjölmörgum mikilvægum atriðum varðandi mat og framkvæmd. Fyrir rúmu ári síðan lagði þingflokkur Viðreisnar fram frumvarp á Alþingi til laga dánaraðstoð. Og frumvarpið var að mörguleyti hagalega gert, mátti bæta það. Fjölmargar umsögnir voru sendar inn og meðal þeirra var umsögn Lífsvirðingar, félags lögleiðingu dánaraðstoðar. Þar sem ýmsar vel ígrundaðar breytingatillögur voru komið fram. Í ljósi efnis þessa frumvarps og þeirra hugmynda sem eru uppi hvar eigi að setja mörkin varðandi veitingu dánaraðstoðar, þá áttu að ræða þetta mál og það töluvert víðfeðmt. Þannig að við ætlum að reyna að stikla á því helsta og vonandi við náum að taka á þessu stóru atriðum. Og ég ætla að byrja á megin atriðinu, það hvernig dánaraðstoð skilgreind og ég ætla að byrja Ingrid að aðeins að segja okkur frá því. Já, það eru einmitt svona mismunandi hugtök sem eru notuð. Bara til dæmis í Kanada, það eru alltaf að tala MAID eða Medical Assistance in Dying, læknisfræðileg aðstoð við að binda enda á líf einstaklings. Annars staðar í Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Bretlandi frekar talað Voluntary Assisted Dying, það að segja dánaraðstoð á að vera sjálfviljug beiðni. En maður hefur verið að velta fyrir sig og sérstaklega vegna sem við höfum heyrt það frá læknum að þeir vilja kannski ekki endilega þurfa að taka þátt í framkvæmdinni. Þannig að við höldum því opnu að aðrir, til dæmis hjúkrunarfræðingar, gætu komið að þessu. Það væri kannski frekar betra að tala faglega aðstoð við að benda enda á líf einstaklings og svo eigum við auðvitað eftir að skilgreina hverjir ættu að geta beðið dánaraðstoð. En við hjá Lífsvirðingu höfum talað það að þetta sé sá verknaður að binda enda á líf einstaklings af ásetningi og af ósk hans og það þá í stuttu máli. En ég held að ef við viljum halda því opnu að aðrir geti komið að framkvæmdinni þá þurfum við að vanda til verka varðandi skilgreininguna á hugtökin. Þakka kærlega fyrir þetta Ingrid. Ég ætla að biðja þig Sævar aðeins að bæta hérna inn í þetta og sem sagt hvað það gerir lagalegra heimildar út frá kannski þinni þekkingu. Já. Sem sagt það annars vegar kannski, ef við kannski allavega tvo möguleika í þessu, það eins og gert í Hollandi og það að dánaraðstoð leyfð sem undanþága frá refsilögum. Það er að segja án sérstakar lagasetningar þar sem þýðir í raun að kæra sett fram og hvert mál rannsakað á lögreglu. Hinn nálgun svo að dánaraðstoð verði leyfð samkvæmt sérstakri löggjöf hana. Svona kannski ykkur hæklum að þessu. Já, mér finnst þetta einmitt lúta svolítið að bara hvernig við hugsum þetta fyrirbæri og þá kemur upp þessi spurning hver á að hafa ákvörðunarvald í þessum málum. Ef að einstaklingur sjálfráðandi manneskja frjálsan vilja og þar að leiðandi náttúrulega
á maður sitt eigið líf og allan ákvörðunarrétt yfir því, þá skrítið að rannsaka sem sagt atburð sem verður þar sem einhver fær aðstoð við að framkvæma vilja sinn á þann hátt sem glæp. Þannig að ég held að sú leið að setja sérstaka löggjöf fyrirkomulagið sýni þessu meiri virðingu og þá erum við að fjalla þetta sem mál sem snýr að sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga og gott regluverk utan þetta ætti að geta tryggt að sem sagt það verið að veita annars vegar að það tryggt að einstaklingurinn með sem sagt fullu ráði þegar hann setur hann að vilja sinn fram og ekki undir þrýstingi til þess að gera þannig hlut, þannig að ákvörðunin algjörlega sjálfráð og frjáls vegna mats einstaklingsins á sin eigin stöðu og slíkt. Þannig að ég held að löggjöfin verði þar af leiðandi að taka mið af því, búa til þennan ramma og það þá hægt að eins og í bara fjöldamörgum öðrum málum í samfélaginu vinna með möguleg frávik sem að gætu hugsanlega komið upp að því að alltaf þegar við erum að velta fyrir okkur einhverjum svona nýjum hlutum þá sérstaklega við heimspekingar þá setjum við okkur í stellingar og reynum að sjá allar mögulega leiðir sem að hlutirnir gætu farið úrskeiðis og gefum því mjög gjarnan miklu meira vægi heldur en markmiðin sem að var reyna að ná fram. Þetta svona dálítið dæmigert í svona akademískri umræðu en punkturinn þessi að ég held að við myndum síðan fara þetta eins og öll önnur mál eða aðra slíka hluti. Þannig að sérstaklega dánálstöð verði sett í staðinn fyrir að leita í gildu hollendinga. Já, mér finnst það ekki góð leið og setur alla bæði þann sem að leita eftir þessari aðstoð og þá sem að koma að því að aðstoðar fólk í mjög sérkennilega stöðu. Svo ekki minnst á þá sem þurfa að rannsaka þetta. Já, nákvæmlega. Svanur, viltu þú kannski koma eitthvað inn á þetta eins og? Já, ég get bara tekið undir þetta og bætt við að þeir læknar sem ég hef talað við og eru hlynntir og hafa tjáð sig þetta eins og til dæmis Linda Kristjánsdóttir að þau leggja ríka áherslu á að það verði sérstök lög samin þetta og góður rammi. Það varðar náttúrulega bara ýmis öryggismál og þetta sitji vel með öllum sem að koma. Ég veit ekki alveg það svona, maður sér kannski einhver tilgang með þessu svona rannsóknar svona að setja hvert mál í eins og einhvers konar kæruferli í Hollandi að kannski þjónar einhver svona tilgangi þess að sé svona strangt eftirlit með þessu. En það þetta náttúrulega framkvæma það öðru vísi, þannig að ég held að lagalega sé heppilega að fara aðra leið. Ingrid, þú vilt aðeins koma inn í eitthvað? Já, það eiginlega merkilegt að nú hafa þessi lög verið í gildi í 23 ár og ég hef aldrei heyrt neina umræðu í Hollandi að fólk sé ósátt eða læknar ósátti við þetta en hins vegar þá þetta hafa læknar hér heima sagt að þetta gæti haft svona þælingar áhrif á heilbrigðisstarfsfólk sem vill virða óskir sjúklingsins. Þannig að ég held að það væri mjög gott einmitt að stefna því að setja sérstaka löggjöf að skapa gegnsæjan, skiljanlegan, góðan, traustan lagaramma sem verndar bæði sjálfræði sjúklinga en líka starfsöryggi
heilbrigðisstarfsmanna. Ég held að það skiptir miklu máli og líka forðast að hver framkvæmd verði af lögreglu eða ákæruvaldsmáli. Já. Þannig að það er rökréttast að semja sérstaka löggjöf um þetta held ég. En ég hef ekki heyrt í Hollandi að það sé eitthvað, læknar sé eitthvað mótfallnir þessu eða að hafa ákýr af því. Ég ætla eiginlega bara að skella mér út í svona eitt af þyngri málum innan þessara umræðu dánaraðstoð. Það er svona hvaða aðilar eiga rétt á dánaraðstoð. Við heyrum það á fundum okkar hjá lífsýringur, bæði félagasamtök og þingmenn og fleiri aðila, og hverjir ættu að geta fengið dánaraðstoð. Og kannski Svanur, ég vil bara biðja því aðeins svona bara staða með einhverja vangaveltur í þessu efni. Já, og það fólk sem er á annað borð fylgjandi dánaraðstoð, það held ég algjör sameining það að það er að vera það fólk, það sem fyrir það fólk sem er að deyja, eins og að kalla þá the Harriet death of the dying, eða flýttur dauðdagi þeirra sem er að deyja, og er þá svolítið misjafnt eftir löggjöfum, hvort að það sé miðað við horft til þess að manneskja eigi kannski bara 6 mánuði eftir eða 12, og þá af sjúkdómi sem er ólæknandi, og þannig það er samstaða það, en síðan fara málin að vandast hvort að það eigi þá við annað fólk sem er þá, eða svona kannski það sem er sameiginlegt kannski með flestum þeim hópum, er að ræða einhvers konar langvarandi veikindi sem fylgir, eða þau eru verulega íþyngjandi, það getur verið þjáning á borð við sársauka, og það er verulega skert lífsgæði, og þessi sjúkdómar er þá búin að vera í áraraðir á þess að nokkur bati að fengist, og eru jafnvel hægt og bítandi versnandi, og þannig að þetta getur verið svolítið nokkur stór hópur sjúkdóma, sérstaklega að það er opnað inn á þá geðræna sjúkdóma. Það getur verið geðrænir, en það getur líka verið ákveðnir svona svo hrörnunarsjúkdómar, svo Parkinsons og fleiri slíkir sem valda hægt og bítandi mikilli skerðingu, og en aftur eins og sjúkdómar eins og motor neuron disease eða taugavöðvalömun, hún er nú svona, hefur nú fallið meira undir bara þetta svona óumflýjanlegan dauðdagalíkt og krabbamein, þannig að þá að það sé tekið lengri tíma stundum eða meir tíma en heilt ár, og er misjafn gangurinn, en hann kemst kannski sá sjúkdómur á það stig að það er kannski, getur verið að það sé bara eftir hálft til heilt ár. Þannig að það sá sjúkdómur hefur verið tekið nokkuð mikið inn í bara þessa venjubundnu löggjöf flýttan dauðdaga þess sem er að deyja. En erfiðara með hina sjúkdómana sem eru hæggengari, og svo geðsjúkdómana, og svo einsar fatlanir, það sem er kannski algjör lömun neðan háls, og síðan sjúkdómar sem er svona mjög erfið verkjavandamál, til dæmis eftir slys og annað slíkt, og svo kannski fólk sem er með blöndu af þessu kannski 3-4 sjúkdómum, sko. Og svo kannski einn flokkur í viðbót, ef við má út aðeins áfram, að þá er það þá verður náttúrulega, kemur oft upp spurningin, sko, eða vilji fólks það, já, ég vil ekki lifa ef ég fæ heilabilun, ef ég fæ Alzheimers, þá vil ég ekki lifa í angist og þekki ekki fólkið mitt og vera að tapa öllu. Ég vil ekki lifa þannig í langan tíma. Þá vil ég fá aðstoð við að deyja, en þar er þessi stóri vandi að þá ert ekki lengur vitrænt hæfur til að segja til það hvort þú viljir fá dánaraðstoð á þeim tíma. Já, viljið þið kasta ykkur inn í þetta? Já, þetta með fólk sem er að deyja innan 6 eða 12
mánaða. Maður sér að varðandi taugahrörnunarsjúkdóma, það oft 12 mánuðir en annars 6. Og það auðvitað ákveðnir kostir við þetta er pólitískt auðveldast. Fólk upplifir þetta þannig að hvort er að deyja. En ég segi þá það viðmið 6 eða 12 mánuði mjög áreiðanlegt læknisfræðilega. Það margir læknar til dæmis í bæði Nýja-Sjálandi og Kanada sem að eftir að hafa prófað þetta í 5 ára eða 3 ára segja að þetta ekki að virka og þeir vilja losna við þetta. Þetta auðvitað útilokar ákveðna hópa. Ég held að þetta ætti að vera einstaklingur einmitt með alvarlegan, ólæknandi og afturkræfan sjúkdóm eða fötlun sem komin á lokastig eða veldur þjáningum þrátt fyrir að það sé góð meðferð og stuðningur á það, þannig að við séum ekki bundin við þetta viðmið 6 til 12 mánuði en höldum samt tengingu við alvarleika og óafturkræft eða ólæknandi ástand og þjáningar. En það þetta partur af umræðinni sem við eigum eftir að taka á Íslandi eins og fólk með geðsjúkdóma ættu þeir að koma til greina. Nú í Hollandi til dæmis umræðum fólk sem satt lífdaga, completed life og það hópur sem að lögin ættu að ná utanum. Heilabilinu þetta erfiður hópur. En ef við skoðum bara hvaða hópar það eru sem fá dánaraðstoð í þeim löndum þar sem þetta hefur verið leyfilegt, þá þetta í kringum 60% krabbameinssjúklingar. Svo koma taugahrörnunarsjúkdómar eins og MND og MS og Parkinsons og Huntingtons. Svo það hjarta og æða sjúkdómar og svo fjölsjúkdómar sem þú talar saman. Það ekki einn sjúkdómur heldur fleiri og þetta á oft við fólk sem aðeins eldra. Þetta eru langstærstu hóparnir. Við myndum ná líklega 80% af því fólki sem með ólæknandi sjúkdóma eða upplifið þjáningu. Sævar, aðeins meira konkrét spurning til þín sem heimspeking, það hvernig þarna verður að ræða kannski fólk með fötlun og svona siðferðilegar spurningar kringum það og síðan líka þegar ég svo Sannur og Ingrid hafa komið inn á varðandi geðræn vandamál. Hvernig svona snýr þetta hvað þér? Út frá heimspekinni höfum við alltaf tilhneigingu til þess að reyna svona veltaði fyrir okkur hvort að fólk raunverulega svona sjálfrátt og hafi sem sagt fulla stjórna á vilja sínum. Það getur tekið upplýsta skynsamlega ákvörðun og það kannski svona stóri mælikvarðinn í þessu. Síðan verður þessi umræða oft þegar farið að ræða svona lagalega útfærslu á hlutunum, þá fer þetta að verða svolítið núanserað og flókið vegna þá þarf að fara að taka tillit til þess, þú veist, hvernig eigum að vinna eftir þessum lögum og annað í þeim dúr. Og ég hef, eftir því sem ég hef hugsað meira þetta mál, þá hefur mér fundist þessi spurning það að fá, hvernig við getum fengið fram vilja fólks í þessu. Ég svona almennt sammála þessu sjónarmiði að það þurfi að vera sem sagt óafturkræfan sjúkdóm sem að veldur viðkomandi þjáningum og að ræða. En mér finnst erfitt að reyna að setja fram einhver svona skýr viðmið. Við getum tekið sem dæmi af því að þú minnist þarna á Alzheimer kom upp áðan. Og þetta eitthvað sem að ég held að mjög marga langi til þess að losna við, að þurfa að lifa við. Ekki bara vegna þess að það valdi kvölum og angist og eitthvað svoleiðis, eitthvað framtíðar sjálf þitt, að þú sér það fyrir þér í þeirri stöðu. Ég held að það sé líka vegna þess að við sem manneskjur erum tengslaverur
við erum hluti af fjölskyldu og samfélagi og sjálfsvirðing okkar og hugmynd okkar okkur sjálf bundin þessari hugsun. Og þú veist, sjálfsvirðingin að við erum svona manneskjur sem getum gert svona hluti, eigum í svona samskiptum við fólk og við viljum vera til staðar sem góð og gagnleg útgáfa af sjálfum okkur fyrir þau sem að við elskum og skipta okkur máli í lífinu. Við viljum ekki verða síðan flestar manneskjur hryllir við því að verða kvöð á fólkinu sem það elskar, kannski jafnvel árum saman. Þannig að sko ég held, þú getur sagt sem svo að einhver sem í þessari stöðu að ef þú setur einhvað 6 mánaða eða ársviðmið ef fólk ætlar að reyna að fara þá leið til þess að loka fyrir einhverja hluti, þá held ég að það sé ekki skynsamlegt. Við verðum að reyna að koma okkur saman skilgreiningu sem að annars vegar tryggir það að við getum verið viss það að fólk að taka þessar ákvarðanir á upplýstan hátt og svo hins vegar að mat, að það liggi þá fyrir skýrt mat á stöðu viðkomandi. Þarna ekki einhverja hugdettu að ræða eða skilji hvað ég við, einhvað tímabundið ástand sem að og þú veist, maður hefur oft einmitt rekist á dæmi þar sem að svona þessi álitamál koma upp og þá held ég að þetta sé lykillinn, einhver útfærsla sem að hefur þessi gildi í sér sko. Þannig þú, Lance? Já, sko að því að þetta mál snýr ekki bara að vilja manneskjunnar varðandi sitt líf, sjálfsákvörðunar með lífsitt, heldur líka að fá aðstoð annarra mannesku, þá oftast verða að þá biðja reyni heilbrigðiskerfið og heilbrigðisstarfsmenn, lækna eða teymi til að koma að því, að þá þarf þetta líka að sitja vel með því fólki sem að veitir þá aðstoð, þannig að það geti með einhverju öryggi fundið leið til að vera sátt við ákvörðun beiðanda líka sko. Þannig að það þarf að fara saman, eða þetta þetta er ekki bara einn aðili að gera þetta og þá náttúrulega spyr maður, þá til einhver hlutlægur mælikvarði á þetta öryggi og þar verða mörkin svolítið erfiðari þegar það komin út fyrir þetta dánaraðstoð við þá deyjandi og sérstaklega þá kannski varðandi sjúkdóma sem ekki þá kannski líkamlegir þannig að þeir svona í fyrirsjáanlegri framtíð að valda dauða út frá líkamlegum orsökum. Og svo það líka þessi þjáningarþáttur að þó fólk búi við ákveðið heilsuleysi, líkamlegar vangetu og fallanir og skerta hefni og annað, og það þjáist yfir því að þjáist með það, en þá getur það síðan breyst jafnvel sko, að þjáningin hverfi, þessi tilvistar upplifun, það getur orðið sátt við ástandið út frá einhverjum hlutum og þannig verði þjáningin, þessi tilvista þjáning að vera svona stattur að hún gangi tilbaka þó að sjúkdómur sé ekki endilega farin eða ástandi, líkamlega ástandi. Þannig það svo margt flókið þessu. Ég held að það sitji svona frekar illa með læknum svona að innifala þennan hóp sem á þennan möguleika og að ýmsu leyti en síðan aftur rök á móti hjá sem ég hef heyrt sko hjá fólki sem
fylgjandi svona víðari löggjöf að hver og einn sé besti dómarinn í sínu máli, í sínu lífi og þetta sé meira svona persónlegt eða subjektíft og þegar hægt að finna kannski ástæður ef að illa hefur gengið langan tíma og metandi læknar oft tveir í svona löggjöf meta það svo að viðkomandi hafi mjög sannfærandi mál fyrir svona máli að þá er það gengið eða þá að annað aðstofum veitt eins og löggjöfin þá í Hollandi allavega en þannig að þarna eru svona svolítið mismunandi siðferðilega viðmið. Já, ég varðandi heilabilun, þá hafa lönd eins og Kanada og Holland einmitt leyst þetta með því að vera með fyrirfram yfirlýsingu. Fólk þarf að fylla út og gefa til kynna hvað sé ásættanlegt eða ekki ásættanlegt eins og varðandi heilabilun og fólk að skilgreina það til dæmis þannig að ef ég man ekki nöfnin á börnunum eða barnabörnunum eða ef ég þarf aðstoð allar athafnir að þá tíminn kominn. Það ekkert mörg tilfelli í Hollandi, í fyrra voru þau 6 einstaklingar sem voru með langt gengna heilabilun. En þetta mjög góð umræða því að hvernig skilgreinum við reisn eða hvernig skilgreinum við lífsgæði og hver á að leggja mat á hvort að mér finnist lífsgæðin skert eða jafnvel farin. Við sjáum með verki til dæmis að það oft spurt á skala frá 1 til 10 og þú gefur til kynna 8 eða gefur einkunn. Það enginn annar sem getur lagt mat á það eins og varðandi þjáningar nema bara manneskjan sjálf. En hins vegar að læknar þurfa að meta og upplýsa einstaklinginn ástand hans og horfur, en líka að vera sannfærður að það sé ekki önnur skynsamleg úrræði í boði. Og þannig að þetta einmitt svona partur af umræðunni sem þarf að fara fram. Já, ég má kannski skjóta inn í þetta, mér finnst oft einmitt í þessari umræðu, mér finnst einmitt þetta með þessi hollenska leið sem hún leggur út hérna, hún skynsamleg í þessu og ber svolítið sama við þetta sem ég var að segja áðan. En það sem mér finnst kannski oft vandamál í þessari umræðu svona þegar kemur á læknum og slíkt, af því að ég ekki læknir og get þar að leiðandi fara svona rætt þetta aðeins frjálslegar en svanur kannski. Það sem að trufla mig oft í þessu það að mér finnst umræðan vera allt of siðferðilega hlaðin. Ég veit ekki hvort að mér tekst að gera mig skiljanlega en ég ætla að reyna að útskýra hvað ég á við. Þegar að við höfum skýra reglur hvernig þessi ferill gengur fyrir sig, þá þetta skilgreina hann þannig að einn aðili eða 2 reyndar, þannig venjan, meta heilsufarsástand einstaklings. Og þeir eru þá ekki að gera annað, þessi 2 læknar, en að meta heilsufarsástandið. Skera úr það, þessi einstaklingur á þeim stað að hann teljist vera með óafturkræfan sjúkdóm sem að skerðir verulega lífsgæði og veldur kvöl. Það einn hluti ferilsins. Annar, síðan sjálfur verknaðurinn eða sjálf athöfnin að stytta sér, eða stytta ævina. Það annað atvik og annar atburður. Sem að sá sem að gerir þetta heilsufarsmat, það spurning hvort að hann getur litið sem svo á að hann sé að uppkveða einhvers konar dauðadóm með því að gera þetta heilsufarsmat. Þau skilja hvað ég veit.
og hvort að það ekki svolítið langt gengið að telja sig vera að gera það. Með tilliti til þessara sjálfræðissjónarmið og annars sem við ræddum hérna áðan. Þannig að mér finnst í þessari umræðu svona rétt að horfa á þetta svona, þú veist. Og það væri heldur ekkert æskilegt að það væri sami aðilinn sem að framkvæmdi þetta heilsufarsmat og síðan kæmi að framkvæmdin á endanum. Og gjarnan þetta nú líka þannig þegar að fólk að enda líf sitt, þá vill það gjarnan gera það með vinum og fjölskyldu á heimili sínu. Það þarf ekki aðkomu læknis. Fólk vill að þetta sé innileg stund þar sem að fólk getur kvaðst á fallegan hátt og friðsælan hátt, og þannig að þá snýst þetta það annars vegar að fólk fái aðgang að þeim lyfjum sem þarf, og það þarf kannski ekki nema eina mannesku, einn hjúkrunarfræðing til þess að aðstoða við þetta. Og auðvitað maður getur ekki séð fyrir sér neinar aðstæður þar sem að fólk væri neytt til þess að taka þátt í einhverjum þætti ferilsins, og það náttúrulega löggjöf svona lagað yrði alltaf að gera ráð fyrir því. Þannig að mér finnst svona að það þarf að halda þessu til haga í þessari umræðu. Hvernig bregst læknirinn við að þessi selastofnandi varðandi það sem hann nefndi hérna? Það þyrfti kannski ekki að vera læknir heldur, kannski hugsanlega sérhæfður heilbrigðisstarfsmaður, hjúkrunarfræðingur væntanlega. Já, það kom nú einmitt til dæmis fram í könnun sem að Brynhildur Ásgeirsdóttir, þá læknanemi, framkvæmdi og við erum tvö þarna með henni, Elsa og ég. Og þá voru komu svona viðbótarkomment svona varðandi framkvæmdina, og þá sögðu einmitt sumir svona, ég held ég hjúkrunarfræðingar sem tóku þátt í könnunni, já, má ekki hjúkrunarfræðingur vera aðili sem að hjálpar við dánarstundina. Þarf það endilega að vera læknir. Og vakti mann svolítið svona til umhugsunar. Og ég held að það geti alveg verið. Ég held að það sem kannski mikilvægast þarna samt að skapa ákveðið öryggi, og af því að það getur gerst að fólk svona það sullast eitthvað út fyrir, eða það misfest eitthvað gjöfin, og þá þarf að vera kannski auka skammtur eða einhvers konar öryggi fyrir hendi. Og ég held að það sé ekki gott að gefa til dæmis út lyfið bara út í apótek og fólk ná í þetta sjálft og geymi þetta einhvers staðar, og það geti jafnvel óvart tekið lyfið eða það týnst eða hvaðina. Þannig að ég held að það sé best að lyfið sé ávísað á lækni, en síðan annað leyst út af lækninu sjálfum, og það komi með það til viðkomandi á þessari stund, eða þá að hjúkrunarfræðingar eða einhver fulltrúi sjúklings fá að gera það. En við það sé heilbrigðisstarfsmaður sem að tryggi svona þetta öryggi. En að sama skapi margir þeirra skoðunar að læknirinn eða heilbrigðisstarfsmaðurinn sem þá viðstaddur eigi ekki að gefa lyfið sem slíkt, eða minnst hvort þannig að ef það er ekki hægt að taka lyfið munn eða það að gefa það í æð, það sé einhvers konar búnaður sem gera það verkum að sjúklingur sjálfur kemur lyfjagjöfina af stað, og þannig taki loka ábyrgðina á þessu eða ádánaraðstoðinni, og því að það held ég sé bæði symbolist og svona sterkast upp á það að gera að tryggja að þarna sé nægur vilji og það sé engin þvingun
og þarna að lokaverkið sé sjúklingsins sjálfs. Nú ertu komin til allt aðra spurningu, ég ætla að biðja ykkur að ekki ræða þetta nánar hérna eftir. Þetta er svona kannski annar hlutur, við erum svona, eru þarna í réttina rétt áfram. Já. Ég ætlaði með að koma að. Já, viljið þið aðeins bara halda ykkur svona. Hérna, það er kannski eitt atriði sem sko við höfum oft fengið í þessari umræðu og í þessum heimsóknum okkar og samtölum hjá lífsvirðingu. Það er sko, hvað börnin? Eiga þau rétt á að fá dánaraðstoð? Ef já, undir hvaða kringumstæðum? Stóð þarna hópinn? Já, ég get bara sagt frá því hvernig þetta er í Hollandi. Þar það þannig að frá 12 til 16 ára að þá getur barn beðið óskað eftir dánaraðstoð ef foreldrarnir verða samþykki. Milli 16 og 18 þá er það í raun barni getur beðið óskað eftir dánaraðstoð og það þarf að upplýsa foreldrarna en þeir þurfa ekki að veita samþykki. Þannig að barni ræður og svo þegar orðin 18 ára þá eftir náttúrulega orðin lögráða. Börn fá þetta líka erfiða sjúkdóma eins og krabbamein til dæmis. En þetta er einmitt mikil umræða, það eru aðeins meiri sveigjanleiki í Belgíu. Í mörgum löndum er það bara frá 18 ára. Þetta er einmitt umræða sem þarf að taka. En þú nefndir ekki þá sem eru yngri en 12 ára. Hvernig er það nýtt eða hvernig það praktiserað? Já, það þekkjum við líka dæmi hér heima þegar það þarf að slökkva á öndunarvél eða taka úr sambandi og það er alveg eins í Hollandi en þá heitir þetta ekki dánaraðstoð. En börn fá líka krabbamein til dæmis? Já, börn fá líka alls konar sjúkdóma og ég byrjaði mjög illa. Já, ég má stakka inn í þetta sko, þá einmitt þarna lendir þetta viðhorf sem ég hef verið að tefla fram í smávandræðum. Þú veist að því að spurningin er og ég meina við veltum fyrir okkur stöðu barna, þá er orðið erfitt að vera viss á hverju ákvörðunin byggir og hvort að barnið sko er á einhvern hátt að tjá skoðanir fjölskyldu sinnar eða undir einhvers konar þrýstingi eða einhvers svoleiðis slíkar svona, nú er ég ekki að segja að þetta sé einhver dæmi sem hafa komið upp heldur, en slíkar áhyggjur koma eðlilega upp. Þannig að það að miða við sjálfræðisaldur virðist svona þegar ég hef verið að hugsa þetta svona kannski svona einfaldara leið, en það er samt eins og Ingrid var að segja, börn fá líka hræðilega sjúkdóma, en kannski er þetta bara þannig að ekki það mörg tilvik þar sem að þessar spurningar koma upp hvort að dánaraðstoðin sé nauðsynleg að við ættum að kannski svona allavega framan af að sætta okkur við bara að þá sé beitt líknandi meðferð í góðu samræði við foreldra og svo er hægt þegar að það er einhver löggjöf komin þetta og kannski hefur skapast einhvað traust í samfélaginu að fara að skoða þessar hluti svona gefinni reynslu af þessu. Já, sko, það er náttúrulega ekki þannig að maður verði bara allt í einu fullorðin við 18 ára aldur og einhver 18-19 ára manneskja geti verið með svipuða þroska eða minni þroska en einhver önnur 14, 15, 16 ára. Þroskin er svo breytilegur en almennt er þetta þannig að svona ákvörðun að biðja dánaraðstoð byggir ofta svona vandlega hugsuðu máli. Og þetta er oft svona mjög svona sjálfstæðar manneskjur sem hugsa þetta vel út og svona hafa þá vanar að móta sína skoðanir og vita hvað er vilja.
Þannig ég held að það sé svona, væri mjög sérstakt ef unglingur myndi hugsa í þessa veru, en maður veit aldrei, þegar börn þroskast oft rosalega hratt, svo til dæmis þá við erfiða lífsreynslu, börn sem hafa góða gáfur og annað og gott atlæti og góð samtöl við fullorðna og svo framvegis og fljóta að afla sér upplýsingar. Þannig ég held að þannig kannski komið þetta til í þeim löndum sem þetta gerst, sko. En þetta náttúrulega gríðarlega viðkvæmt og þegar lífsreynslan lítil og annað þá þetta mjög, svona setur sjálfræðið undir, eða sjálfstæði ákvörðunar meira undir dóm, eða hvað segja, verður mögulega efi. En alltaf þessi tilvik þannig að þetta svona verið að reyna að forðast kannski þann tíma að þú verður liggir einhvers staðar í móki, þurfir á algjörri næringu að halda eða fastur við einhverjar öndunaraðstofar vél eða annað sem hægt að slökkva eða hægt að gefa hlutina og þá deyrðu. Þetta fólki reyni að fá að fara aðeins fyrr. Þannig að það svona ekki á þessum venjulega lífsloka stigi kannski. Þú okkar þetta verið Ingrid? Nei, ég var alveg bara að hugsa eins og varandi þrýstingin. Að það nú yfirleitt þannig og ekki bara hjá börnum, heldur líka fullorðna fólki. Það eru oft aðstandendur sem að vilja ekki að viðkomandi fái dánaraðstoð strax. Það er oft svona, þetta frekar í hináttina, sko. Þeir vilja bara halda í og getur ekki þrauka aðeins og halda þetta út aðeins lengur, sko. Og það er eins með börnin, sko. Þetta vilja foreldrarnir ekki heldur missa börnin sín, þannig að ég hef kannski ekki áhyggjur af ytri þrýstingi. En auðvitað getur verið að barn upplifi að það sé byrði á foreldrarnum eða eitthvað slíkt. Alveg eins og við erum að heyra varðandi fólk með fötlun, að það upplifi þessi byrði, að ég fann að kosta svo mikið og ég þarf svo miklu umönnun og allt það. En það er ekki endilega þessi þrýstingur sem kemur utanfrá, heldur frekar bara innanfrá. Þetta bara, svo ég rifja upp það sem ég sagði áðan með okkur heimspekingarna, sko, ég meina þetta oft svona í umræðum málefni eins og þetta, að við förum náttúrulega, við viljum komast að því hvaða hættur eru fyrirsjáanlegar og hvað gæti mögulega klikkað eins og stundum að sagt og svo getur okkur hætt kannski til þess að ofmeta þær af því að við erum búin að eyða svo miklum tíma í að velta okkur upp úr þessu en af því að ég nefnilega alveg sammála þér Ingrid, ég held einmitt að þrýstingurinn sé frekar og í hina áttina, þú veist og fólki finnst, þú veist, jafnvel þegar að það kom upp í huga mér sko áðan einmitt tilfelli af manni í Suður-Ameríku sem að var að glíma við mjög erfiðan hrörnunarsjúkdóm sem að vildi nú bara man ég ekki nafnið á manninum og nafnið á sjúkdómnum en svona í grófum dráttum þá var tilfellið þannig að hann hafði verið greindur með hann sjúkdóm, hann var óafturkræfur og hann leið miklar líkamlegar kvalir og sálrænar kvalir og var mjög orkulítill, gat mjög lítið gert. Þannig að hann upplifði sig sem svona bæði, þú veist, upplifði hann þessar kvalir, en upplifði sig líka sem svona gagnslausa og hann væri að halda aftur af eiginkonunni sinni og börnunum og hans upplifun var að hann var að eyðileggja líf þeirra þó að þau var ekkert sammála því. En hann hefði getað lifað í 2, 3, 4 ár í viðbót hæglega. Þannig að hvað gerir maður í svona tilfelli? Þú veist, að því að þrýstingurinn einmitt eins og Ingrid var að segja, hann í hina áttina.
langar aðeins að færa sko umræðina svolítið meira svona reykja þess fókusin og sko ræðum hugtakið sko skert lífsgæði. Við erum búin aðeins að fara hérna inn á það í samtalinu og svona sko er hægt að bregða einhverjum hlutlægum mælikvörðum á þetta hugtak? Hver á að byrja? Hvað sem við skrýpa? Já, ég meina þetta ekki samt svolítið eins og þetta með aldurinn. Já. Sko, við veitum bílpróf við 17 ára aldur. Jú, að vísu erum við með einhver próf sem að krakkarnir þurfa að fara í gegnum, en ég meina fólk á 17 ára aldri á mjög misjöfnum stað, vitsmögnulega og annars slíkt. Já. Og ég meina það þetta ekki svolítið þannig með lífsgæði að það veltur svolítið á svona subjektífri upplifun fólks, en við getum hins vegar auðveldlega séð hvort einhvern sjúkdóm að ræða eða fötlun eða eitthvað slíkt. Já. Já, ég held að það auðvitað svona, það mælikvarðar á ýmis tap, færni og hæfni og bæði þá varðandi vitræna getu, geðræn höft, svo maður segja, og líkamlega getu, þannig að þetta allt, þetta mæla þessa hluti og flokka eftir kannski fjölfötlun eða alvarleika og svoleiðis og hafa einhverja stigun. En eftir sem áður þá stendur eftir þá líðan manneskjuna hvernig upplifur hún sig í þessu bara ástandi, er hún bara ánægð, er hún bara eða er hún kannski í ósamræmi við stigunina, kannski ekki mikil skerðing á lífsgæðum svona út frá einhverju stigun, en manneskjan upplifir sig algjörlega óhamingjusama og hafa ekki neina merkingu í lífinu. Það sem hún þráir, það getur hún ekki og svo framvegis. Þannig að þetta þessi svona, það fer ekki alltaf saman, þetta hlutlæga mat og persónulega, þannig að það nú erfiðleikinn við það. En ég held samt sem að kannski verði þarna svolítið að ykkur leita að fara saman gagnvart mati þá læknanna sem við að meta manneskjuna fyrir dánaraðstoð, að það verði þá þannig að skertu lífsgæðin séu þá að þau allan að virki þannig að þau séu ekki afturkræfi eða svona, það séu litla líkur að það komið litlar engar líkur að manneskja nái þessum lífsgæðum aftur eða þeirri upplifun að hún verði ánægð. Ef við erum að tala þá ekki deyjandi fólk, en það held ég sé einmitt þessu grátt svæði að sem margir læknar sem myndi ekki treysta sér þangað. Já, þetta náttúrulega mörgu leyti bara mjög huglægt hvernig fólk skilgreinir lífsgæði. En við sjáum til dæmis þegar fólk beðið að nefna ástæðuna fyrir því að það að beðið dánaraðstoð, þá eru líkamlegir verkir í 7. sæti. Það sem kemur á undan að vera upp á aðra komin, að þurfa aðstoð við allar athafnir, að geta ekki lengur notið lífsins. Og nú fékk pabbi minn dánaraðstoð 2002. Hann var með heilaæxli, hann var orðinn rúmliggjandi, 52 kíló, maður sem var 1,86 að hæð. Og hann mér talað þetta. Hann var vanur að fara út á hjól, að fara á tónleika, en hann gat ekkert gert af þessu, gat ekki einu sinni mætt í afmæli. Og hann sagði að þetta eru engin lífsgæði. Þannig að þetta einmitt, það skiptir kannski samtali líka máli. Að setja sig í spor og ég meina hver á að meta lífsgæði annarra. Það bara manneskja sjálf. Þetta eru ýmsir mælikvarðar sem við getum notað, en svo það líka bara upplifun einstaklingsins. Ég held að þetta dragi svo vel fram vandan við að ræða þetta út frá öðru en sjálfræðisforsendur. Að horfa á þetta sem einhvers konar málefni sem að sé viðfangsefni heilbrigðiskerfisins, að þetta snúist fyrst og fremst það að koma í veg fyrir að setja heilbrigðisstarfsfólk í
erfiða stöðu og eitthvað í þá veruna af því að sko sem manneskja sem að lendir í þessar stöðu, nú er maður lesið ýmsar svona frásagnir af tilfellum eins og þessu, eins og til dæmis að 29 ára konu sem að fær heilaæxli sem er mjög svipað tilfelli og þurfti að berjast fyrir því að sem sagt, fá sem sagt, þessa aðstoð og flutti frá Kaliforníu til Oregon til þess að eiga rétt á þessari aðstoð. Sko, fyrir fólk í þessari stöðu þá þetta snýst það hvernig hvað það að lifa góðu lífi og að vera hluti af sem sagt af lífinu bara geta eins og faðir þinn tekið sótt tónleika, gert eitthvað gagn og gert þeim sem að maður elskar gagn. Og ég held að við þurfum bara, við megum ekki gleyma því að þessari tæknilegu umræðu það hvernig hægt að koma fólki sem andsnúið dánaraðstoð á þann stað að því líði eins og það sé ekki að skaða fólk. Af því að ég skil alveg þær áhyggjur og ég hef mikla samúð með þeim, sérstaklega sko náttúrulega læknar fólk sem að helga líf sitt í að hjálpa öðru fólki. Þannig að maður skilur þetta mæta vel. En ég held hins vegar líka við þurfum kannski að ná að brjótast aðeins út úr þessu svona kantíska sjónarhorni einhvern veginn sem hefur svolítið einkennt þessa umræðu sko, að við getum líka verið að hjálpa fólki ef að við getum staðfest og að fólk að fúsum og frjálsum vilja í krafti sinnar eigin skynsemi að taka ákvörðun eins og þessa á sínum eigin forsendum og að þá þessi skilyrði, heilsufarsskilyrði séu til stað. Það líka bara rétt eins og við veitum sjúklingum í dag líknandi aðstoð og það verið að reyna að koma í veg fyrir það að fólk lifi lengur en það nauðsynlega þarf að gera, þú veist, þegar lífsgæðin eru engin. Þetta hefur nú komið til umræðu ekki með að lækna einmitt sem sagt þessi að fólk lifi kannski umfram svona bara eðlilegt væri undir því að þeir einstaklingar hafa engin lífsgæði, að hversu mikla þjónustu á að veita innan heilbrigðiskerfisins. Einstaklingar sem eru sko vissulega í þeim stað að vera bara búin að tapa öllum þessum lífsgæðum sem við tölum Já, það náttúrulega tilviki svona langvinnra sjúkdóma með skert lífsgæði, svona fjölvandamál og slíkt sem fólk þá sem ekki deyjandi þannig en þá náttúrulega má ekki sko kannski sigla þessu inn þannig að þetta sé eitthvað svona uppgjöf eða leið út úr eitthvað uppgjöf og þá þetta verður þannig að samfélagið hætti að styrkja þessi mál, það náttúrulega má aldrei verða. Það einmitt það sem náttúrulega verið þá málflutningur félagasamtaka þessa fólks og þannig að en fyrir fólk sem deyjandi að þá þessi punktur eins og Sævar kemur inn á að það að hafa ekki kannski þennan valkost þegar þeir líður þannig að það eiginlega komið á endaslóð fyrir það líf sem það vill lifa og vill fá að deyja með svona jákvæðan valkost
endalokin að það geti dáið með fjölskyldunni sinni og í umhverfis og verið vakandi fram á dánarstundinni vatn og svo framvegis dáið með þeirri hugmyndum reist að sá möguleiki geta bara valið hann stundum svolítið frelsandi og léttandi þannig að jafnvel þó að fólk þá noti þetta ekki einu sinni. Þannig að en af því að sumir sem einmitt hafa svo mjög sterkan vilja að þessum efnum hafa þá hreinlega tekið líf sitt og þá einhvers staðar einir af því að það vill ekki kannski leggja það á ættingja eða vini að þeir aðstóðu það að gera eitthvað sem ólöglegt og verða þannig þáttakandi í glæp og lendi í einhverjum málaferlum og vesenni. En það náttúrulega finnst manni alveg skelfileg leið þannig séð þó að þeim finnst að það er illskást að taka líf sitt að þá fái það ekki þá dánarstund sem það þráði að þurfa að hengja sig út í bílskúr eða eitthvað svoleiðis það bara finnst manni hræðilegt. Nei, fyrir utan það eru kannski sumir sem að eins og pabbi minn, hann var ekki í neinni aðstöðu til að taka eigið líf. Nei. Orðinn of veikur auðvitað hefði mamma getað keypt byssu og hann hefði getað klárað það eða safnað töflum eða eitthvað slíkt. En við viljum auðvitað ekki og við reynum líka í þessari umræðu að tala ekki aðstoð við sjálfsvíg, því sjálfsvíg allt annað. Og við höfum líka séð í rannsóknum bæði frá Hollandi og Kanada og víðar að sjálfsvígstíðni fer niður þegar dánaraðstoð löglegt, af því að það eru bara því miður margir og við höfum séð þetta líka í Bretlandi. Nú frumvarp þar sem liggur fyrir þinginu í láðaradeild og það fer að líða af ákvörðun þar, en þar höfum við líka séð að bara hræðilega sögur af fólki sem tekur eigið líf og það heldur ekki það sem við viljum. Og ég sammála þig Svanur að fólk talar það og ég sá það líka hjá pabba að bara þessi maður fær grænt ljós, maður fær að vita að þú getur fengið dánaraðstoð. Það eins og það var í þungu fargi á honum létt. Og þetta hefur gert fólki kleift að kannski reyna að njóta lífsins aðeins lengur, frauka aðeins lengur, af því að það veit að ef ég fara á því að halda, ef að lífið verður óbærilegt, þá hef ég þennan valmöguleika. En ég kannski nota hann ekki, eins og gerist oft. Aðeins að fara yfir í annað efni sem kannski spurningar. Já, sko, það kannski þetta benda því til þeirra sem að horfa á þetta á netinu. Það hægt að koma á framfæri spurningum en þá verður það sláðar inn í chatið og þá kemur það hérna í tölvuna hjá okkur. Þannig að gjöru svo vel ef þið viljið varpa frá spurningu. Langar aðeins að breyta hérna kúrs í þessu og eitt af því sem við verðum við í lífshreyfingu þegar við erum að tala við hin ýmsu samtök og það sérstaklega hjá Þroskahjálp og fleiri samtökum sambærilegum, það sem sagt sjálfstæði ákvörðunar, þar að segja. Hún svolítið þarna ákveðin þröskuldur sem við mætum alltaf að hvernig getum við verið viss það að þegar einstaklingur óskar eftir dánaraðstoð að þetta sé sjálfstæð ákvörðun? Er hægt að koma, hægt að alveg að fylla í all göt og tryggja það að þetta sé svoleiðis? Hvað segir þið? Eða mannleg breyting bara þannig að þetta getur komið doppið í gegn einhver? Sko það náttúrulega til í sálfræðinni ýmis svona próf á vitsmunalegri getu og öðru slíku en það kannski svona þegar maður heyrir þessar áhyggjur þá langar manni gjarnan í staðinn fyrir að fara að ræða núansana hvernig prófin væru hugsuð og annað að reyna að komast aðeins nær því sko hver undirliggjandi óttinn þannig að sko til dæmis fólk sem til dæmis óttinn að það verði einhvers konar svona fótskriðu
þróun eða slippery slope sem leiðir þá til þess að fólk sem glíma við þroskahamlanir fari einhvern veginn svona þvingist til þess að fara þessa leið eða eitthvað slíkt og ég held að það sé eitthvað sem þarf þá bara að ræða og fullvissa fólk að ekki sambærilegt þessum hugmyndum líknandi dauðdaga sem möguleika fyrir fólk sem að getur tekið upplýsta ákvörðun þetta. Þannig að ég held að þarna þurfi að fara fram einhver samtal sem hjálpar fólki aðeins að skilja þetta og kannski einmitt fræðslu eins og lífsýðing hefur verið að bjóða upp á varðandi hvernig þetta í öðrum löndum, þannig að fólk geti átt að segja að þetta sé ekki stórt eitthvað sem við ættum að vera að hafa stóra ráðgjur af í þessu sambandi. Svo í Hollandi læknir númer 2 sem kemur og tekur út skoðar líkamlegt og andlegt ástand sjúklingsins, hann sérþjálfaður, þeir fá þjálfun, þannig að það ekki hvaða læknir sem og þeir eiga einmitt samtal við einstaklinginn í einrúmi, tala líka við fjölskylduna og við sjáum í könnunum til dæmis frá Bretlandi að það eru kannski samtökin sem með áhyggjur eða móti en ekki fólki sjálft. Það var bara í nýlegri könnun, það kemur í ljós að þeir sem eru til dæmis með fötlun, þeir segja ef við getum ekki fengið dánaraðstoð þá er þetta náttúrulega ekki bara út af fötlun, heldur fólk með fötlun og fær svo sjúkdóm, upplifir öll skilyrðin og það fólk segir, það verður að mismuna, það verður að mismuna okkur ef við gætum ekki fengið dánaraðstoð og svo líka bara það líka hópur sem ekki að taka í líf. Þetta þarf að ganga úr skuggum og þetta einmitt samtal sem við höfum átt við þessi félög eins og Landsbjörg og Sjálfsbjörg segja og Þroskahjálp. Og þarna þarf einmitt að gera greinamun á því hvort að að ræða líkamlega fötlun áður en að í þessu tilfelli það sem að sjúkdómur kemur þá upp eða hvort að að ræða annars konar. Þú veist, hvort að það þá skert vits núna geta eða eitthvað slíkt. Þannig að það bara tvennt ólíkt í þessu samhengi. Já. En nú náttúrulega tala svolítið mikið það að það getur verið makar eða jafnvel læknir eða börn eða nánir aðstandendur sem reyna að þrýsta á að einhver ákvörðun sé tekið. Já. Við erum á annaðhvort að lifa lengur eða skemmta. Já. Ég held að þessi svolítið að skipta þessu spurningu í tvennt, annars vegar hvort að manneskjan hafi svona vitrænt hæfi til þess að taka svona ákvörðun eða biðja þetta sem byggist á náttúrulega á því að manneskjan skilji að þetta endanlegt, að það er ekkert hægt að snúa þessar ákvörðun við eða verkinu við og síðan að það sé borna fram skiljanlegar ástæður sem þá svolítið í samræmi við kannski lífsskoðanir eða svona líf og viðhorf fólks sé ekki borið fram í einhverju ruglaástandi og síðan skilji sjúkdómsástand sitt vel en síðan þá kannski svolítið annar handleggur þetta sjálfstæða ákvörðun og þá ákvarðast það væntanlega kannski mest af því hvort að manneskjan hafi átt frumkvæði eða allavega sýni einhver skipti, hún hefji máls á þessu sjálf og sækist í umræðuna það og það sem sagt þannig að það sé ekki svona einhver augljóst merki ytri þrýsting og síðan þá í umræðu það
að finna að þetta sé virkilega byggt á eigin skilningi og taki svona sértækar ástæður fram frekar en að þetta sé eitthvað svona yfirborðslegt. En ég held að það þetta tvenna sko, eins og Jón Snædal læknir nefndi nú í sinni umsögn þetta frumvarp sko, þetta ótti líka við þennan innri þrýsting þegar fólk bara svona lítið í sér eða svona ósér hlíft fólk sem vill ekki að aðrir hafi fyrir sér og svo framvegis en það ekki endilega sko hvað svo ógild ástæða í sjálfu sér. Þú getur haft sjálfstæði það en hún eiginlega aldrei ein og sér. Hún ekki bara þannig að fólk vil losna við mig og ég svo leiðilegur eða eitthvað þannig að sko það eitthvað svona einhverjar léttbærar ástæður. Heldur þetta svo í könnun í Vancouver, í Oregon að þá var þetta sem meðvirkandi ástæða, það vilja verði ekki byrði í 40% minnum ég eitt árið. Það nokkuð há tala en ég held að sé bara vel skiljanlegt með aðstæðurnar það verður þungir hjúkrunarsjúklingar eins og tölum og það finnst mér bara skiljanlegt að það sé svona með ástæða. Nú fer að styttast í annan endan og það nokkrar spurningar sem var hægt að ræða eitthvað fram eftir kvöldi en langar að að við komum aðeins inn á það áðan hvernig farið dánaraðstofan fram með aðkomu læknis eða annarra heilbrigðisstarfsmanna eða ekki og vilt kannski halda aðeins áfram Svanur bæta við eða kannski koma inn á seinna þegar Já, ég held ég að rauninni komið þessu alveg frá mér varðandi það sem mér finnst vera mikilvægast varðandi framkvæmdina og ég held að það sé mjög ríkuleg ástæða fyrir svona öruggu umhverfi í þessu. Þó að þetta geti margt fólk framkvæmt þetta sjálft en ég held að það sé bæði manneskjunnar sjálfra vegna og aðstandenda og þessum gefur bara út lyfið að ég held að það sé þyrfti bara svolítið að lögbinda þetta örugga umhverfi. Já, en þessi spurning eða umræða það að reyna að aftengja lækna sem mest frá sem sagt framkvæmdinni sjálfri, það Já, það gæti náttúrulega farið þannig fram eins og einhvern veginn það verið þá fagleg, ekki læknisfræðileg, heldur svona fagleg þjónusta sem tryggir þá einhvern sambærilegan máta sama öryggi. Já. Það gæti alveg verið möguleiki. Já, ég kom inn á þetta áðan og myndi nú ekki gera annað en að endurtaka það sem ég sagði þá, varðandi það að við þurfum kannski aðeins að svona skerpa á þessari umræðu og gera skýrt að með því að til dæmis framkvæma heilsufars mat eða eitthvað slíkt þá viðkomandi læknir ekki að taka ákvörðun þetta heldur það sjúklingur sjálfur sem hefur tekið þá ákvörðun að láta athuga hvort að hann fullnægir þessum skilyrðum sem að lögin þá setja að eiga rétt á svona aðstoð og að það sé þá ekki heldur einu sinni læknirinn sem að veita hana og mér finnst bara gagnlegt að halda því til haga. Já, þetta náttúrulega ber læknir kannski loka ábyrgð á mati á ástandi sjúklingsins og lyfja ávísun. En við sjáum, og við bæði gerðum könnun 2022, þar sem við spurðum, eða hvort það var 2019, skiptir ekki allir máli, við spurðum sem sagt hvaða leið fólk sæi fyrir sér. Þá vorum við ekki að kanna hvort að hjúkrunarfræðingur gæti mögulega séð framkvæmdina, en við spurðum hvað myndir þú helst vilja, að læknir
myndi veita sem sagt þessi aðstoð og þá gefa deyðandi sprautu eða hvort að einstaklingur myndi bara sjá þetta sjálfur, drekka þessa blöndu eða hvort að, og það er leið sem mér hugnast ekki og ég heyri það fyrir ekki heldur á þeim buxunum að sækja lyfið í apótekið og bara taka það þegar ég finnst komin tími til. Ég held að það sé ekki eða ekki góð leið til að fara, þá er þetta tvennt eftir. Og það var 46% í okkar könnun sem valdi að læknir myndi framkvæma. En þetta, eins og ég sagði, þetta er kannski tilbúin það er svona hugmyndaspurningu í næstu könnun að kanna hvort einhver annar heilbrigðisstarfsmaður getur komið að þessu. Í Hollandi, Belgíu, Luxemborg og í Nýja-Sjálandi getur valið annarkvort kemur læknir og gefur sprautuna eða þú drekkur blönduna en læknirinn er ástæðan. Ástæðan. Já. Hvað möguleiki var númer 2 í könnuninni? Það var sem sagt að drekka blönduna. Númer 3 er Oregon-leiðin sem Hvað fekk hann ekki fylgi í? Það var ekki mikið, það var 19% en 46% rúmlega valdi að fá lækninn til þess að framkvæma þetta. Og í þessum löndum Benelux og í Nýja-Sjálandi, þar sem hægt er að velja, þar velja langflestir að fá lækninn og það er einmitt þetta öryggi. Fólk vill hafa vissu að þetta takist. Því að þessi blanda, þessi drykkur er beiskur. Fólk fara að taka oft ógleðislyf á undan, borða súkkulaði á eftir, sumir æla. En á móti kemur, og til dæmis veit ég að Erika Præsik í Sviss, hún er að tala það, alveg svo þykjar á hann, að þetta er eitthvað fallegt við þetta líka að framkvæma þetta sjálfur alla leið. Að taka inn lyfið. Þannig að, en báðir, sem sagt, möguleikar eru til staðar og fólk getur valið. Sko, ég ætla eiginlega bara að varpa fram einnig svona loka spurningu og hún snýr kannski að því að í öllu könnunum, það hafa verið framkvæmdar 4 kannanir frá 2015 afstöðu almennings til dánaraðstoðar. Þar sem við höfum 77% styðja dánaraðstoð, það verður sett í lög, en aðeins 5% sem er því andvíg. Svo höfum við líka tölfræði frá afstöðu heilbrigðisstarfsfólks og núna í fyrsta skipti frá 2020 og þessi dag að þá er stuðningur lækna þarna 54-56% og hjúkrunarfræðinga alveg upp í 81% og sjúkraliðar var 86%. Hjúkrunarfræðingar 86%. 86%. Sjúkraliðar 80%. Könnun heilbrigðisins. Og sko, alþingismenn eru þeir sem munu ráða þessa lokum. Þeir eru líka hluta þessu þýði, það að segja almenningur. Og ég bara vil varpa fram þeirra spurningu til ykkar. Hvað af þessu eru alþingismenn ekki að skilja? Svo að þeir gætu gengið frá frumvarpi dánaraðstoð og fengið það samþykkt. Hvað er það sem veldur því að þeir taki ekki upp málið og aðgerðir? Sko, það er náttúrulega, þetta þarf að líta til málana sjálfra en ekki bara vilja fólksins þó að, ef svo má segja, ef þetta kemur eitthvað svipað út í kosningu málið, það er þetta að kjósa slæma hluti, það er engin trygging, lýðræði tryggir ekki góða útkomu mála, þannig að það er alveg skiljulegt að þetta sé skoðað fyrst og fremst út frá málefninu sjálfu, hvort það situr rétt með hverjum einum alþingismanni og en það er náttúrulega merkilegt sko að eftir því sem þú kannski komin í fjær þessu umhverfi að fólk sem er ekki heilbrigðisstarfsfólk, það er meiri stuðning við þetta mál heldur en heilbrigðisstarfsfólki, hjúkrunarfræðingar starfa nánast svo sem með sjúklingum mörgleiti og styðja þetta mál sterkar en læknar. Og það er á alþjóðavísu líka. Já, en það kannski
það kannski auðvitað situr kannski auðvitað erfiðar með þeim sem að yrði svona beinn ábyrgðar og framkvæmdar eða framkvæmdaraðili. Þannig það skiljanlega, svona finnst mér skiljanlegt út frá þeirri stöðu að þú ert þessi aðili sem þarf þá að leggja mat á réttmæti beiðninnar og koma að ávísun lífsins og framkvæmdinni og svo framvegis. Þannig að eftir því sem að kannski alvarleikinn blasir meira við þér og ábyrgðin, að þá eru svolítið erfiðara með að taka ákvörðun um þetta og hafa fyrirvara. Þannig ég myndi nú ekki leggja þetta kannski upp þannig gagnvart alþingismönnum að þeir eigi þá bara að hlýða þarna beint á könnun en vissulega út frá lýðræðissjónarmiðum er það gildur punktur. Ingrid. Já, það ekki bara þannig með alþingi almennt að það alltaf aðeins á eftir, það dregur ekki vagnin, það fylgir. Við sáum það til dæmis bara með líffæragjöf, að það tók dálítinn tíma og ég held hún hafa lagt frumvarpið fram 5 sinnum, Siv Friðleifs og tíma að byrja með þetta og fleiri. Þarna tók það áfram og það tók sinn tíma líka og þetta var líka bara svona no-brainer. Það voru allir sammála að auðvitað eigum að samþykkja þetta og almenningur einmitt studdi þetta 100% en ekki þingmenn. Þannig að ég held að kannski undirstaðan bara að umræðin hefur ekki verið nógu víðtæk og nógu það fyrir allir að taka þátt í þessari umræðu, lagfræðingar og siðfræðingar og heimspekingar og læknar og hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar og almenningur, þingmenn og svo framvegis. Þannig að ég held að þetta sé bara spurning um tíma. Já, ég held að kannski eins og ég gat ekki kynna áðan að hluta til vandamálið að umræðan hefur verið að leyfa mér að gera smá prakkarastrik og segja læknadrifin, skiljiði, og ég held að það hafi gert það verkum að umræðan hefur farið að snúast svolítið mikið málið eins og þetta séu læknar að úrskurða líf og dauða fólks og að taka það af lífi nánast. Það svona ákveðin skilningur og ég held að þetta hafi verið til trafala, þetta hafi gert það að verkum að það hafi tekið lengri tíma að ná svona skýrleika í því hvað mál snýst. En ég bjartsýnn núna, við höfum séð það bara þeir flokkar sem að leiða núna landsstjórnina, þeir hafa horft aðeins öðruvísi á ýmis mál heldur en þeir sem áður voru við stjórnmáli og auðvitað Viðreisn stendur á bak við þetta frumvarp. Ég held að þetta sé mál sem að þau geti klárað. Þetta hins vegar eins og oft með svona siðferðileg álitamál af þessum toga að jafnvel eitthvað sem að nýtur kannski stuðnings í samfélaginu getur verið erfitt að hrinda því í framkvæmd og koma því í gegnum lýðræðiskerfið vegna þess að lýðræðiskerfið okkar jú byggt upp þannig að þegar að frumvörp fara í gegnum þetta ferli þá fara þau í gegnum nefndir og þeir sem að skrifa álitsgerðir og rætt við í ferlinu náttúrulega þetta samtök fagfólksins, það koma góðgerðarsamtök í samfélaginu sem líta á sig sem málsvara einhverja tiltekinna hópa og þau eru oft með sjónarmið sem ekki dæmigerð fyrir svona heildarsjónarhorn almennings. Skiljið hvað að fara og þetta tefur það að svona mál fái framgöngu en ég ætla að leyfa mér að halda og spá því að þetta verði klárað á þessu kjörtímabili. Held það. Ég ætla að láta þetta vera lokaorð samtalið hérna og þetta var á mjög bjartsýnum nótum í lokin og tek algjörlega undir það að þetta væri æskilegt að þetta klárast í lok kjörtímabils í það minnsta. Þakka þér kærlega fyrir og ég þakka farsalt sérstaklega fyrir að halda þennan fund og gefa okkur lífsýringu tækifæri til að koma og ræða þessi mál við ykkur. Takk kærlega. Takk.
Takk fyrir okkur. Takk sem leiðis.